frístundamál og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskum eftir að hér er rætt skóla- og frístundamál í dag og skildi engan undra í sjálfu sér. Þetta er stærsti málaflokkur borgarinnar, ef svo má segja, hvort sem við mælum þetta þannig mælikvarða fjárveitinga eða mikilvægast tel ég líka. Skóla- og frístundamál eru ekki bara skóla- og frístundamál, það eru rauninni margir aðrir málaflokkar í leiðinni. Við getum líka sagt að þetta sé mjög stórt efnahagsmál, þetta er menningarmál og svo má áfram telja. Rekstur skólan okkar og frístundaheimila og frístundamiðstöða tvinnast nefnilega á svo margvíslegan hátt í daglegt líf borgarbúa og bæði einstaklinga og síðan fyrirtækja og stofnana. Þannig að það er engan að undra að það sé mikilvægt að það sé staðið vel að þessum málum og þau ríki skýr stefna hverju sinni. Og það fyrir ekki hjá því að þessi mál hafa verið mjög til umræðu hér á kjörtímabilinu og það hafi mikið gerst og það er bara vel við hæfi hér í lok kjörtímabilsins að við lítum yfir farinn veg og metum stöðuna og veltum við fyrir okkur hvernig við þróum þennan málaflokk sem mest og best til framtíðar. Nú, ég hef sagt áður og stend við að ég held að það megi minnast þessa kjörtímabils hér í borginni 2010 til 2014 sem týnda kjörtímabilsins í framþróun menntamála í Reykjavík. Í skólunum er að sjálfsögðu unnið að mörgu leyti mjög gott starf en á kjörtímabilinu þá hefur skort pólitíska forystu í þessu mikilvæga málaflokki. Meirihluti Samfylkingar og Bjartrar framtíðar, / Besta flokksins, kaus að þvinga fram viðamiklar breytingar á skólahaldi í ýmsum hverjum borgarinnar í mikilli andstöðu við foreldra, kennara og skólastjórnendur. Þessar breytingar höfðu mikla röskun í för með sér fyrir skólastarf og ollu víðtækri óánægju sem enn eimir eftir af. Ávinningurinn er umdeildur, flest bendir til þess að hann hafi verið mjög lítill, hvort sem litið er á faglegan eða fjárhagslegan mælikvarða. Það voru hins vegar ekkert allar breytingar sem við sjálfstæðismenn til dæmis voru sérstaklega á móti, en við gagnrýndum hins vegar aðferðafræðina. Það var illa að henni staðið í flestum tilvikum. Og ávinningurinn, hann er umdeildur, það hefur ekki ennþá verið sýnt fram á þann mikla fjárhagslega sparnað sem átti að verða af þessum breytingum og að minnsta kosti má segja að ávinningurinn hafi ekki verið í neinu samræmi við þá röskun sem breytingarnar hafði í för með sér. Og við teljum að skynsamlegra hefði verið að verja öllum þeim tíma og fyrirhöfn sem fór í breytingarnar til raunverulegra umbóta í skólastarfi þar sem mikilvæg verkefni hafa því miður setið á hakanum. Á kjörtímabilinu þá höfum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fórum við þann leiðangur að heimsækja alla skóla í Reykjavík, bæði leikskóla og grunnskóla og náðum því marki nokkurn veginn og fórum í skólana, kynntum okkur starf þeirra frá fyrstu hendi, áttum samtöl við marga starfsmenn, örugglega 100 starfsmanna og skrifuðum hjá okkur ýmsar ábendingar og ég er viss að þessar ábendingar nema þúsundum. Eitt af því sem, og þessar ábendingar eiga sjálfsögðu bara erindi til borgarbúa og sjálfsögðu hér í sali borgarstjórnar. Nú, ábendingarna voru margvíslegar en það fór ekki hjá því að sumar ábendingar bærust oftar en aðrar og sem dæmi má nefna að það eru ljóst í huga starfsmanna sem tjáðu sig við okkur að þessar svokölluðu sameiningar eða vinnan að sameiningu skólana hér á kjörtímabilinu
mæltist afar illa hjá starfsmönnum. Þeir brugðu auðvitað þessari vinnu á settan undir faglega mælikvarða og komust að reyna það mjög margir að það hefur verið illa staðið að þessu og ýmsar viðmiðunar í breytingarstjórnun hefur verið brotnar. Og maður finnur það þegar maður heimsækir þessa skóla að það eru enn ógróin sár vegna sameiningana, hvernig var staðið að þeim, að starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem höfðu unnið gott starf í áratugi fyrir borgina, þeir fengu uppsögnarbréf í hendur, þrátt fyrir að þeir hefur staðið sér vel í starfi. Þetta hefur skilið eftir sig sár og það hefur reynst erfitt að láta þau gróa. Einnig ábendingar það að í þeim tilvikum þar sem var ákveðið að spara stjórnendum með sameiningu skóla, jafnvel þátt fyrir að það veru fjarlægar á milli skólana, þar hefur ekki gengið vel að vinna samkvæmt nýju skipulagi og til dæmis eru 2 leikskólar hér í borginni þar sem 3 skólar voru sameinaðir í einni, svo má segja, og stjórnendum fækkað sem hafa orðið til þess að í báðum tilvikum er skólastjórinn á einu leikskólanum, aðstoðarskólastjórinn hafður á öðrum, en þá er engin fastur stjórnandi á 3. leikskólanum. Þetta hefur mælst illa fyrir og veldur pirringi á þessum stöðum og við sjálfstæðismenn hefur lagt til í skóla- og frístundaráði að við gerð næstu fjárhagsáætlunar þá verið gert ráð fyrir að í þessum skólum þar sem 3 hafi verið sameinaðir einn, þá verið tryggt að þá verið bætt við aðstoðarskólastjóra þannig að það verið tryggt að það verið stjórnandi á hverjum stað sem aðrir starfsmenn geta leitað til. Nú, við sáðum það á sínum tíma að sjálfsögðu væru ákveðnir skólar þar sem væri sjálfsagt að sameina, til dæmis þar sem eru 2 leikskólar á einni nánast á sömu lóðinni og auðvitað mátti líta á fleiri dæmi, en það hefði þurft að gera það miklu meiri skynsemi og yfirvegun og það hefði verið hægt að ná árangri við sameiningu slíkar skóla með starfsmannaveltu á eilítið lengri tíma, en það hefði verið miklu meiri friður þá aðgerð. Þannig að þegar maður lítur við kjörtímabilið þá er ljóst að það var stað illa þessum málum og það var óheilla skref að fara í svo viðamiklar aðgerðir með jafnmiklu offorsi og gert var og eins og sumir spáðu, starfsmenn spáðu sínum tíma, þá leiddi þetta til ófriðar í skólakerfinu sem því miður enn eimir eftir af í töluverðum mæli. Nú, hvað sameiningar grunnskóla varðar, þar sem þær hafa átt sér stað, þá höfum við einnig fengið ábendingar þar frá starfsmönnum og foreldrum ákveðna óánægju með hvernig þessu hefur verið staðið og ákveðna óánægju með það að það sem eru 2 skólar reknir saman, að þar sé erfitt að ná í skólastjóra þegar á þurfi að halda. Skólastjórnir sem eru með 2 skóla undir sér gera sjálfsögðu sitt besta, en svo virðist sem vinnudagurinn dugi ekki til þess að komast yfir öll þau verkefni sem skólastjórnar bíða þegar komið til vinnu og þeir náðu þá sér lítið tími afgangs til þess að leggja áherslu til dæmis bara það að vera í sambandi við foreldra sem auðvitað allir góðir skólastjórar leggja sig fram eins og ég sagði þá hefðu svo miklu frekar viljað við sjálfstæðismenn að þessu kjörtímabili að orkan á þessu kjörtímabili, bæði orka okkar stjórnmálamannanna og orka embættismanna á skóla- og frístundasviði og svo bara fólksins út í skólunum hefði farið í jákvæðar breytingar á skólastarfi í stað raunverulegra umbóta. Skólastarf enn og einu sinni þannig að það síbreytilegt, það alltaf verið að þróa það og auðvitað stendur metnaðar okkar pólitíkusa eða ætti að standa til þess og svo skólafólksins til þess að þróa þessa hluti áfram, hafa þetta framþróun. En við sjáum það að þrátt fyrir að mjög gott starf sé unnið að mörgum í skólunum þá mætti árangur þar vera betri, það þyrfti að vera skýrari pólitísk sýn hér í borgarstjórn hvert við viljum sjá skóluna stefna. Við fáum gjarnan yfir okkur þá gagnrýni að þessi pólitíska sýn þetta mætti vera skýrari, það mætti vera betri stefnumótun sem skólarnir fara eftir
og þá minni ég aftur á það að ég tel að líka hafi verið óheill að skrifa þessu kjörtímabili sem meirihlutinn steig að leggja af vinnu við stefnumótun, menntastefnu fyrir Reykjavík til ársins 2020 sem var hrundið af stað á síðasta kjörtímabili með einróma samþykkt borgarstjórnar, allir flokkar sameinuðust um þá vinnu. Hún var reyndar ekki langt komin þegar þetta kjörtímabil hófst, þannig að það hefði verið gott tækifæri til þess að taka hana vel áfram, en því miður var það tækifæri ekki notað. Vissulega þegar nýtt ráð kom saman þá var farið í ákveðna stefnumótun vinnu sem var að mörgu leyti ágætt svo langt sem hún náði, en ég tel bara að þessi stefnumótun hefði þurft að vera miklu ítarlegri, hún hefði þurft að ná lengra, vera stærri í sniðum og ná til 2020. Það er stefnumótun í ýmsum málaflokkum. Við vorum að samþykkja menningarstefnu hér áðan. Það var metnaðarfull íþróttastefna samþykkt á kjörtímabilinu og svo má áfram telja. Og því miður þá telja að það hafi lýst ákveðnu skorti á pólitískri forystu, að það skyldi ekki vera sami metnaður til að standa að mótun menntastefnu hér í Reykjavík með jafn metnaðarfullum hætti og í ýmsum öðrum málaflokkum. Það fer ekki hjá því að það hafi mörgulítið góð umræða verið í Reykjavík í vetur menntamálin, þó kannski fari minna fyrir henni nú í aðdraganda kosninga heldur en búast mátt við. Það hefur mikil umræða verið það hvernig kennsluhætti, hvernig nemendur komu í skólana, hvernig þeir komu úr skólanum, og það meðal annars verið gagnrýnt að reykvískir nemendur þeir komu úr skólanum og vanti upp á þá ákveðna færni í lestri og stærðfræði til dæmis, og ég held að við hljótum öll að geta tekið undir það að það sé algjörlega óviðunandi að eftir 10 ára grunnskóla nám þá sjáist þær tölur að jafnvel 30% piltna og 12% stúlkna geta ekki lesið sér til gagns. Það þarf auðvitað bæta úr þessu og það er vissulega hægt að nýta ýmsar aðgerðir til þess, og þá hljótum við að líta til reynslu nágranna bæja okkar og nágranna þjóða sem ýmsar hafa náð góðum árangri í menntamálum undanförnum árum. Við sjáum það bara í þessu, þáttur að við séum höfuðborgin og teljum að sveitarfélög á landinu geti margt á okkur lært, þá sjáum við að við í Reykjavík getum til dæmis margt lært af nágrönnum okkar í Garðabæ, þar sem eru góðir skólar og eru á sömu leyti með betri niðurstöðu en við. Það er mjög mikilvægt í þessu sambandi að auka vægi foreldrasamstarfs í skólum og auka upplýsingagjöf til foreldra, til dæmis varðandi frammistöðu nemenda sem og skólana sjálfra. Víða erlendis hefur orðið sannkölluð bylting að þessu leyti sem við í Reykjavík getum svo sannarlega lært af. Upplýsingabyltingin hefur svo sannarlega skilað sér til betur í skólana erlendis heldur en hér heima. Þar er internetið ekki síst notað til þess að miðla margvíslegum fróðleik til foreldra nemenda sem væri mjög tímafrekt að gera með gömlu aðferðinni. Svo vitum við það líka að foreldrar, þeir eru auðvitað misjafnlega móttækilegir, þeir hafa kannski misjafnlega mikinn áhuga á að nálgast slíkar upplýsingar. Allt þetta þurfa skólastjórar og kennarar að glíma við, en víða erlendis hefur þetta verið leyst með því að setja sem víðtækastar upplýsingar á netið og gera þær aðgengilegar og ganga úr skugga að fólk, bara venjulegt fólk, eigi auðvelt með að lesa úr þessum upplýsingum, sem mér finnst að við höfum ekki gert með nægilega góðum hætti. Eitt dæmi um þetta er til dæmis niðurstöður reykvískra grunnskóla í PISA-könnuninni 2012, sem vakti mikla athygli hér, og það var vel unnið úr þeim niðurstöðum á skóla- og frístundasviði og það var lagt fram fyrir okkur kjörna fulltrúa. Við töldum að þessar upplýsingar ættu tímalaust erindi til foreldra í borginni. Mátti okkar vegna birta allar niðurstöðurnar, en þó hefði kannski verið bara minnst ágætt fyrsta skref að allir foreldrar í borginni hefðu getað séð með skýrum hætti útkomu síns skóla. Ég held að sé ekki það deilt að skólarnir eru borgaðir af skattfé eða útsvarsfé borgaranna, og það hlýtur að vera þannig að það sem er borgað úr okkar sameiginlegu sjóðum, það allir að geta séð hvernig fénu er varið og hver niðurstöðan er. Því miður hlutum við ekki stuðning meirihlutans til þess og ég vona að það standi til bóta á næsta kjörtímabili.
Við leggjum líka áherslu á nýbreytni og sveigjanleika í skólastarfi, efla tækni og iðnmenntun svo dæmi séu nefnd. Brottfall úr framhaldsskóla uggvænlega mikið og við teljum brýnt að draga úr því og vinnan í áttina því hlýtur að hefjast í grunnskólanum hjá okkur, til dæmis með því að auka samstarf grunnskóla og framhaldsskóla. Og það hlýtur að vera rétt að beina þeim spurningum til fulltrúa annarra flokka sem sitja hér í borgarstjórn, hvernig þeir sjá í stuttu máli fyrir sér menntamálin á næsta kjörtímabili. Flokkarnir hljótu auðvitað að vera menntamálin kær og við Sjálfstæðismenn höfum lagt fram ítarlega stefnuskrá í menntamálum. Ég held að vera ágætt að heyra frá öðrum flokkum svona í stórum dráttum hvað þeir ætlast fyrir. Þegar breytingarna sem við fjallaðum áðan voru gerðar á þessu kjörtímabili hér í Reykjavík, þá var í upphafi lagt af stað með miklu fleiri tillögur en voru síðan samþykktar. Ég man ekki hvað voru margar tillögur sem var lagt upp með og það var, ég held að það hefur innan við helmingur af þeim sem var síðan farið út í og talað með hinum yrði frestað, ég man ekki frestað á hverjum tíma. Það var ágætt að heyra frá fulltrúum flokkana hvaða sýn þeir hafa þá tillögur sem einhvern veginn urðu eftir og voru ákveðið að vinna betur með. Er það til dæmis sýn þeirra flokka sem mynda meirihluta hér í Reykjavík að á næsta kjörtímabili þá eigi að halda áfram og hrinda eftir í framkvæmd tillögunum sem var ekki gert á kjörtímabilinu. Ég held að vera ágætt fyrir fórhundir Reykjavík og starfsmenn skólan okkar að heyra hvort að það sé ætlunin. Og sem fyrir þá leggjum við mikið áherslu á aukið vægi foreldrastarfs í skólunum. Við teljum að þar séu miklir möguleikar. Við teljum að það sé mjög brýnt að efla tækni og iðnmenntun. Við teljum að það þurfi að auka hreyfingu og íþróttastarf á skólatíma og svo má áfram telja. Varðandi foreldrasamstarfið þá held ég að vera æskilegt fyrir okkur að fara dæmi Breta sem hafa nýlega sett saman handbók, svokallaða hvítbók foreldrasamstarf og skóla, samstarf foreldra og skóla, og þar sem samstarfið og réttindi foreldra í samhengi eru sérstaklega skilgreind. Við höfum reyndar náð samstöðu það á kjörtímabilinu í skóla- og frístundaráði að þegar að varðandi svokallaðar lesskimunarkannanir og stærðfræðikannanir, við höfum beint því til skólastjóra að upplýsa foreldra í sínum skólum útkomu skólans í þessum málum. Það hægt að gera með ýmsum hætti, til dæmis á foreldrafundum eða bara með tölvupósti til foreldra, og það hefur náðst góð samstæða það milli allra flokka í skóla- og frístundaráði að beina því til skólastjórana að gera slíkt. En svo núna í aðdraganda kosninga þar sem maður fær margar spurningar skólamál, þá hefur maður fengið spurningar þetta og þá jafnvel fullyrt við mann að það hefur ekki tekist að framfylgja þessu. Og auðvitað skrítinstaða sem við erum í skóla- og frístundaráði þar sem við samþykkjum mikilvæga ályktun það að það skuli koma ákveðnum skilaboðum til foreldra og því beint til skólastjóra að fylgja því eftir. En síðan gerist það ekki og það er fullvirt við mig að skólastjórar neita að láta þessar upplýsingar af hendi. Þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að ræða og mikilvægt mál og auðvitað þarf skóla- og frístundaráð, þeir pólitíkur sem sitja þar að geta treyst því að þegar menn samþykkja eitthvað svona, tala ekki einróma, að þá sé það eitthvað sem skilir sér út í borgina. Það er ákvarðanir sem við tökum og beinum út í kerfið, að það skili sér alla leið. Það er auðvitað kannski ekki hægt að skilja við sig að tíminn langt kominn er á þróttum að skilja við þennan málaflokka án þess að fjalla um þá kjaradeilu sem stendur yfir, kjarabál sem stendur yfir kjaradeilu milli grunnskólakennara og sveitarfélaga og borgarinnar. Það er auðvitað ekki við hæfi að stjórnmálamenn séu mikið að tjá sig það, en við vitum það er tekist stór mál í þessum kjaraviðræðum. Kennarar sækja og hafa óskað eftir töluverðri hækkun eða leiðréttingu á sínum launum og það er náttúrulega það eru standa samningar yfir þetta.
ekki hægt að tala mikið það hér en það að minnsta kosti von mín að það hefur verið rætt að jafnvel í tengslum við þennan kjarasamning þá voru gerðar kerfisbreytingar og það ætti að koma bráðlega í ljós. En það að minnsta kosti von mín að þessi samningar gangi vel. Við höfum fengið góðar skilaboð það í fréttum að það eru góðar vonir það að þessum samningum verði lokið jafnvel í dag eða á morgun. Og ég held að þessi sé sameiginleg von okkar allra í borgarstjórn að svo megi verða þannig að skólastarf verði ekki fyrir frekari truflunum út af þessari kjaradeilu. Og við getum undir okkur í það öll sem eitt að stuðla frekari jákvæðri framþróun skólamála í borginni á næstu árum. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næst á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég tek hér til máls í undirliðnum umræða skóla og frístundamál og vitalega gæti maður farið mjög vítt og breitt yfir þegar að viðfangsefnið svo víðfeðmt. En hér var upphafsmaður Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að fara yfir sína sýn á skóla og frístundamálin. Okkar sýn stundum ólík, stundum að segja mjög ólík og það nú einu sinni þannig sem það í stjórnmálunum og þess vegna höfum við ólíka flokka og ólíkar áherslur og kosningar á 4 ára fresti þar sem fólk beinir sínu atkvæði í ólíkar áttir. Mörguleyti ég mjög ánægð að sjónarmið okkar séu stundum þetta ólík vegna þess að ég get stundum verið hjartanlega ósammála Kjartani Magnússoni borgarfulltrúa áherslur í skóla- og frístundamálum en eins og ég segi það ekkert hættulegt og það ekkert til að óttast og við bara stundum sammála það að vera ósammála og það höfum við oft verið á síðustu 8 árum. Ég hef verið svona dálítið hugsi yfir ýmsu sem hefur fram síðustu mánuði og kannski sérstaklega í tengslum við þessa kosningabaráttu. Ég var mjög hugsi og ekki bara ég heldur margir aðrir sem að hafa varið öllu sínu lífsriti í uppbyggingu góðra skóla og góðs frístundastarfs. Ég var mjög hissa að sjá yfirlýsingu það að skólakerfið hefði brugðist börnunum og skólar hrökkuðu í sama farinu. Það fannst mér mjög merkileg yfirlýsing. Henni var eitthvað hjartanlega ósammála og þá var ég mjög fegin að við Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefðum ekki mjög lík sjónarmið. Ég var mjög hissa líka þegar ég las ummæli borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hún væri svo leið á hjali líðan barna. Það einhver síður þannig að nám og framfari barna og árangur byggir mjög mikið á vellíðan þeirra og nú man ég ekki alveg í hvaða samhengi þetta kom fram en mér minnir þetta hafi verið eitthvað í samhengi við orð sem að Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi hafði látið falla í umræðum skólamál á síðum blaðana þar sem að var meðal annars verið að tala vellíðan og virkni sem bara gríðarlega mikilvægur hluti skólastarfs. Þá kom þetta fram og mér fannst það mjög sérstakt. Þá var ég bara mjög glöð að vera hjartanlega ósammála þeim borgarfulltrúa sem var orðinn leiður á hjali líðan barna í skólum. Við getum til dæmis stært okkur af því. Það mjög mikil sérstaða fólkin í íslenskum skólum. Hvert land hefur sína sérstöðu og allar þjóðir hafa sína sérstöðu, sín séreinkenni og sína skólamenningu. Og við flytjum aldrei inn eitthvað frá öðrum þjóðum bara með einu pennastriki eða með því einhvern veginn að vilja það. Það svo ótrúlega margt annað sem spilar inn í. Skólagangu okkar sjálfra, viðhorf okkar til menntunar og hvernig og hvaða augum við lítum samfélagi hverju sinni. En við getum til dæmis verið óskaplega stolt af því að líðan og þáttaka og virkni barna og ungmenna í samfélaginu, sínu námi og sínu hverfi og sínum tómstundum sé með mesta og besta móti á Íslandi og þess vegna gott að við ræðum það og þess vegna líka ágætt að fólk úttali sig það að sé orðið hundleitt á hjali líðan barna. Ég líka mjög ósammála
fulltrúum hér í borgarstjórn Reykjavíkur þegar kemur að þessari umræðu niðurstöður og birtingu á niðurstöðum og sérstaklega þegar að vakið fyrir kjörnum fulltrúum og eitthvað nátt að nota þær niðurstöður til þess að árangurstengja laun. Þetta hefur hvergi í heiminum reynst vel, hvergi í heiminum og margoft verið hrakið og ég vona svo sannarlega að við séum ekki á þeirri leið og það sé ekki okkar sýn. Ég er líka dálítið hissa og tek undir með orðum fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttur, sem einu sinni var borgarfulltrúi í þessum sal. Hún var að tala það á fésbókinni í gær, hvað auglýsingar sem eru nú út alla borg vektu forvitni hennar. þar sem einn flokkur sem í framboði segir nemendur í fyrsta sæti eða nemandinn í fyrsta sæti. Og fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra spyr eðlilega nemandinn ekki í fyrsta sæti? Hafa kennarar og starfsfólk skóla ekki sett nemandann í fyrsta sæti? Mín skoðun einfaldlega sú að svo sé. Og skólakerfið hafi sannarlega ekki brugðist börnunum í þessari borg. Heldur ef eitthvað þá hefur skólakerfið staðið ótrúlega vel með börnunum í þessari borg frá hruni. Og við vitum það alveg sem við setið í menntaráði og nú skóla- og frístundaráði frá 2006 og í gegnum þessa ótrúlegu tíma sem það var að vera í borgarstjórn Reykjavíkur þegar við þurftum að skera niður marga milljarða á hverju ári, að það hefur mjög mikið mætt á skólastarfi vegna þessa. En á sama tíma eru framfarir með mjög góðu móti, á mjög góðu róli. Við höfum séð ár eftir ár betri niðurstöður úr ýmsum skeimunum og könnunum. Við erum að sjá ótrúlegan árangur á þróunarverkefnum sem í gangi út alla borg í margvíslegum þáttum skóla- og frístundastarf sem of langt mál var að telja upp hér. Og svona gæti ég lengi haldið áfram. Varðandi menntastefnu eða vinnu við menntastefnu á síðasta kjörtímabili þá ég einnig hjartanlega ósammála borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að það hafi verið komið á góðan rekspöl. Ég held því miður að það sé enginn honum sammála það. Sú vinna var komin ákaflega stutt á veg. Hún fór af stað mjög sérkennilega seint á kjörtímabilinu eða þú ætlar að móta stefnu í mikilvægum málaflokki og byrjar að sjálfsögðu á því upp á kjörtímabils en ekki þegar það mjög stutt eftir af því, kannski sérkennilega ákvörðun en þannig var það bara. Það voru mjög fáir fundir og frekar fáir sem sátu þá. Þannig að ég saknaði þessara stefnumótunar ekki neitt og það gerir það enginn nema þá kannski borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Það ekkert launungamál að þessi meirihluti hafði engan áhuga að halda áfram með þá stefnu enda var ekkert voðalega mikið í henni kannski að finna af því hún var bara hreinlega ekkert komin sérstaklega langt, það bara staðreynd og það heldur ekkert launungamál að við vildum líta á allt lærdómsumhverfi barna og ungmenna, leikskólann, grunnskólann og frístundina sem eina heild og stefna nýja sviðsins, skóla- og frístundasviðs, hún var ekki unnin á fáum fundum með þátttöku fárra, heldur eins og sú stefna sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi saknar svo mjög, heldur var hún byggð á vinnu hundruða manna og kvenna úti á starfsstöðum sem að lögðu gjörva hönd á plóg, þó svo að grunnurinn og svona helstu yfirmarkmiðin hafi verið sett fram í stjórnmála, í hópi stjórnmálamanna. Nú á síðustu árum þá og enn, að því skólaþróun langhlaup og það svo sjaldan sem við klárum eitthvað í skóla- og frístundamálum. Það alltaf eitthvað sem tekur við. Þegar ein stefnumótun hefur verið samþykkt þá tekur við innleiðing og þróun og það breytast hlutir og þannig á það að vera. Fleiri koma að, fleiri sjónarhorn, nýjar rannsóknir, nýjar fagstéttir, ný nálgun og þannig á það að vera í borg sem að leggur metnað sinn í skóla- og frístundastarf. Það eigum við alltaf að vera að þróa hluti og ekki vera feimin við það. Og við höfum sannarlega ekki verið feimin við það á síðustu árum. Ég geti nefnt dæmi eins og læsistefnu leikskólana sem mikið grundvallarplagg í skóla- og sögu Reykjavíkur. Og ég ætla aftur að fá að vera hjartanlega ósammála Kjartani Magnússsyni borgarfulltrúa sem sagði að brottfallið hæfist í grunnskólanum, það ekki rétt, það hefst í leikskólanum. Það þar sem jarðvegur fyrir til dæmis vinnu með börnum sem við vitum strax 4 ára gömul að geta átt í erfiðleikum með lesskilning og lestur þegar þau eru 15 ára gömul. Við vitum þetta strax í leikskólanum. Og þetta vita líka leikskólastjórar og þetta veit starfsfólk skóla- og frístundasviðs sem vann þessa frábæru læsistefnu leikskólana
sem í fullri innleiðingu núna í öllum leikskólum í borginni og gríðarlega gaman að sjá hvað hún fellur vel að markmiðum leikskólastarfsins. Nú frístundin, við hættum ekki að hæla frístundinni því að hún svo frábær í Reykjavíkurborg. Við erum núna að vinna, höfum auðvitað verið að fjölga mjög börnum í frístund og það bara vegna þess að foreldrar eru svo ánægðir með frístundaheimilin. Og það alltaf meiri þátttaka ár frá ári. Vegna þess að það fyrir að verða næstum því algilt að börn í 1., 2. og bráðum 3. og 4. bekk fari í frístundaheimili, að þá höfum við verið að leyfa okkur að fara mjög vítt með til dæmis grunnþætti menntunar, með mjög mikla áherslu á sköpun, mjög mikla áherslu á læsi á alla mögulega hluti, fjölmiðla okkur sjálf, söguna, hverfið, fjármál, allt þetta í mjög miklum krafti í frístundastarfinu. Við erum í skóla- og frístundaráð á morgun að fá kynningu á vinnu sem mjög merkileg, fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Við höldum í Skandinavíu, vitum ekki betur, og það eru viðmið gæði í frístundastarfi. Sem sagt viðmið gæði í frístundaheimilum og viðmið gæði í félagsmiðstöðvarstarfi. Og starfsfólki frístund bíður eftirvæntingafullt eftir þessu og auðvitað mjög margir sem hafa komið að vinnu við þessi viðmið, því að þetta ótrúlega gott tæki og gott verkfæri fyrir starfsfólki frístund að styðja sig við þess að gera gott starf ennþá betra. Við erum auðvitað alltaf að styðja okkur við viðhorfakannanir og þær eru auðvitað gríðarlega fjölmennar og stórar og allir að tala úrtak, þetta eru bara stór þýði þar sem að 3.000 til 4.000 foreldrar jafnvel að svara og auðvitað mjög margir starfsmenn. Og þarna eru bara jákvæðar vísbendingar fyrir okkur hér í borgarstjórn, hvort sem við erum að horfa viðhorf foreldra til leikskólastarfs eða grunnskólastarfs eða frístundastarfs. Við höfum séð í rauninni stöðu og hækkun síðustu ár. Auðvitað eru einhverjar breytingar á milli ára en þær eru ekki þannig að við förum að hafa í rauninni miklar áhyggjur, en hins vegar nýtast þessar viðhorfakannanir gríðarlega vel inn í starfið. Því það eru einstaka liðir sem að koma illa út og þá eftir því gengið að ganga í umbætur. Nú, við erum líka með mælingu á starfsánægju. Við vorum ákaflega montinn í skóla- og frístundaráði og skóla- og frístundarsviði að sjá að starfsánægja þar, hún mælist meira árið 2013 og 2011, hún er að hækka og það hvergi meiri starfsánægja hjá borginni en á skóla- og frístundarsviði. Og það eru svona dýrmætir þættir sem að skora þar mjög hátt, þættir eins og virðing og metnaður og ímynd starfsins og við erum að bæta okkur í hrósgjöf og það er svo ótrúlega margt þarna jákvætt sem að við getum glaðst yfir en við viljum auðvitað gera miklu betur. Nú, við erum að sjá ótvíræðan og ótrúlega merkilegan árangur af ýmsum þróunarverkefnum, til dæmis upp í Efra Breiðholti, þar sem að við höfum í anda stefnuna sem við vorum að samþykkja áðan, af því við þjófstörtuðum eilítið þessari stefnu, fórum að stað með þróunarverkefni sem heitir 1, 2 og fellaskóli, sem að því miður ekki allir flokkar í borgarstjórn voru sammála að fara í, eitt að greiddi atkvæði á móti því. Það ótrúlega merkilegt verkefni sem að byggir á þessum niðurstöðum rannsókna sem ég fór aðeins yfir hér áðan, að 50% vökutíma barna sem að nema nýtt land og læra nýja tungu verði að vera í íslensku málumhverfi, eða í því málumhverfi sem nýja tungumálið er í. Þannig að við fórum að stað með verkefni 1, 2 og fellaskóli og við sjáum ótrúlega hratt og miklu hraðar en við áttum von á, miklar breytingar á bæði þáttöku og virkni barnanna og svo árangrið þeirra í lykilfögum. Og af þessu erum við vitanlega gríðarlega stolt og ég bið borgarstjórn næstu 4 ára að maður gæta þessum fjöreggjum sem við eigum þarna upp í Efra Breiðholti. Annað verkefni sem hefur vakið athygli út fyrir landsteinana og víð land og það er verkefni Okkar mál sem hefur fengið styrk úr þróunarsjóði skóla- og frístundaráðs til þess að tengja saman leik- og grunnskóla og vinnu með börnum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Gríðarlega metnaðarfullt og flott verkefni og má kannski segja að það endurspegli mjög andan í stefnu nýja sviðsins sem var mótuð af þessum 100 starfsmanna í skóla- og frístundageiranum, þar sem var lögð höfuðáhersla á að minnka múra, fækka þeim, helst brjóta á niður milli fagstétta, þannig að leikskóli, grunnskóla og frístund tækja höndum saman nám og velferð barna, líðan þeirra og virkni. Ég geti nefnt hér aðeins fjármál. Við höfum á síðustu árum verið að reyna að meta hvað
af þessum hagræðingaraðgerðum sem farið var í 2008, 2009 og 2010, hvaða þeim var sársaukafyllst og höfum bætt þar verulega úr. Hér nefni ég til dæmis afleysingu á leikskólum sem beintengt við undirbúning fagfólks. Þarna höfum við gert betur. Þetta var mjög sársaukafull aðgerð árið 2009 og vandséð að við hana yrði lifað. Við höfum sett meira fé til grunnskólans vegna skóla án aðgreiningar og þá sérstaklega til þeirra barna sem að búa við eða eru skilgreind í okkar þyngstu fötlunarflokkum. Ég var búin að nefna gæðaviðmiðin í frístundinni og læsistefnu leikskólana, nýju stefnuna sem við vorum að samþykkja áðan. Það gríðarlega merkileg og mikilvæg stefnumótun. Við erum búin að innleiða núna heildarmat á leikskólum í takt við heildarmat grunnskólana sem hefur verið mjög mikil sátt og mikil ánægja með og mikil umbótatæki. Í tengslum við vinnu samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu var farið í alls konar greiningavinnu á skólum í Reykjavík, samanborið við Hafnarfjörð, Kópavog og Garðabæ. Allt mjög þarft og gott sem þar var unnið og við höfum fengið ágæta kynningu á því inn í skóla- og frístundaráði og borgarráði með minnir. Og svo hefur þetta verið fjallað í fjölmiðlum. Þar kom til dæmis fram hin mikla sérstaða reykvískra skóla- og frístundamiðstöðva þegar kemur að menningu, þátttöku barna í menningu, allar þessar uppákomur sem við höfum búið til á síðasta áratug og sumar eru nýjar, aðrar eldri, sumar eru búin að vera mjög lengi, tala skrekk í þessu samhengi og svo framvegis ákaflega margt þar jákvætt sem að styður auðvitað bara við innleiðingu aðalnámskrár sem kannski stærsta verkefnið síðustu ára. Innleiðing aðalnámskrár í leik- og grunnskóla og nýju viðmiðin gæði í frístundastarfinu. Ég myndi segja þetta af svona þessu fagstarfi sem við vinnum, þá eru þetta stærstu póstarnir. Og að því að hér kallað eftir sín fólks til næstu 4 ára, að þá hef ég alltaf sagt að skólaþróun langhlaup og það taka mjög margir þátt í þessu hlaupi og fólk verður dálítið að stilla saman strengi. Við erum ekkert eyland, það eru foreldrar og það eru auðvitað börnin sjálf og það er það samfélag sem við búum í og það eru viðhorfin sem við berum til menntunar. Það eru aðrar stofnanir en við sem til dæmis mentum kennara og þar hefur skipulagið verið mikið breytt og ég held að það sé mjög til bóta en það getur vel verið að við þurfum að vera þolinmóð og bíða eftir að það skili sér. Við sjáum fram á það núna að það hægist á útskrift og þess vegna og því nátengt mjög mikilvægt að við séum að ná samkomulagi við félag grunnskólakennara nýjan kjarasamning sem sátt ríkir og ég held að það séu allir hér inni sammála því að þessi samningar verða að vera þannig að sátt ríki þá beggja vegna borðsins og við höfum sendt allar okkar góðu kveðjur til samningsaðila að svo geti orðið. Aðeins varðandi spurningar frekari sameiningar, þessu hefur verið svarað, þessu hefur verið spurtað í skóla- og frístundaráði og hafa verið lögð fram svör það. Kannski hefur sá sem hóf hér þessa umræðu gleymt í eða ekki lesið gögnin en það búið að spyrja eru frekari sameiningar á dagskrá og hverjar þá og það nokkuð langt liðið, það sé ekki eitthvað kannski ekki alveg ár en það var allavega núna í vetur og því var svarað í skóla- og frístundaráði að jú það rétt að starfshópurinn sem að kortlaði borgina með tilliti til ýmissa þátta sem gætu farið betur í skipulagi stjórnunar, betur nýtingu húsnæðis og svo framvegis að hann lagði til mjög marga kosti á borðið en svo var bara farið í hluta þeirra og þessu var svarað í ráðinu og það enga frekari sameiningar á döfinni. Svo einfalt var það svar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Hef lýst svona minni sýn á þetta í fljótheitum. Það væri vissulega hægt að hafa skóla- og frístundamálin miklu fleiri orð og við höfum líka oft sinnis hér í borgarstjórn sett mál fram eða fjallaði mál, ákveðna stefnur og svona hitt og þetta sem tengist þessum stóra og viðamikla málaflokki. Hér ég ekkert að tala sérstaklega einstök verkefni, ég ekkert að tala námsflokka Reykjavíkur eða tónlistarskólana til dæmis eða skólahljómsveitirnar sem eru líka hluti af því sem að við fjöllum í skóla- og frístundaráði. Aðeins að lokum af því að það það sem við ætlum að fá að fjallum í skóla- og frístundaráði á morgun og vonandi í borgarstjórn á
fyrsta fund eftir kosningar 3. júní og það mjög merkileg og mikilvæg vinna sem að hópur fólks hefur staðið að og að skoða staðalmyndir og jafnréttis- og kynjafræðslu og með útgangspunktinum líðan stelpna. Það að segja hvernig líðan stelpna og sjálfsmynd, hvernig hún breytist frá því að stelpur skríðin á unglingsaldurinn og hvaða alvarlegu skilaboð það eru og hvaða leiðir við getum farið í skóla- og frístundastarfi til þess að vinna gegn þeirri þróun og ég hlakka til að fá að ræða það við ykkur. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúanum Oddnýju Sturludóttur fyrir að koma hér og fara yfir þessi málefni sem skóla- og frístundamálin. Ég hefði nú kosið að hún hefði farið aðeins betur yfir þau. Það alveg rétt að, eins og ég sagði, það unnið að fjölmörgum góðum verkefnum í skólum borgarinnar og fjölmörgum góðum verkefnum og það hægt að hrósa mörgu en eins og menn heyrðu þá gagnrýndi ég líka ýmislegt áðan. Þess vegna var skrítið að heyra formann skóla- og frístundaráðs koma hingað upp og tala eins og allt væri í lagi. Vissulega hafa flokkarnir unnið saman að ýmsum góðum verkefnum og þarf kannski ekki að orðlengja það. En ýmislegt þó ekki í lagi eins og ýmsar árangursmælingar sýna. Og það sjálfsagt að gera það umtalsefni og verja tími í það hér í borgarstjórn og í skóla- og frístundaráði til að ræða hvað megi betur fara og hverjar séu bestu leiðirnar að því markmiði. Ég sakna þess að fá ekki slíka umræðu hér frá meirihlutanum. Það bara að tala hér eins og það sé allt í lagi. Talað ótrúlega góðan árangur og svo framvegis og framvegis. Gert hér grín að ummælum sem ekkur látið falla, talað hjal líðan barna og því miður það þannig þeirri umræðu þessu stilt upp þannig að þeir sem óska eftir meiri árangri í skólum borgarinnar, þeir eru gjarnan sakan það að vera að heimta árangur sem komið þá niður á líðan barnanna. Ég kannast ekki við þetta. Ég lendi stundum í þessari orðræðu að þeir sem kalla eftir meiri árangur í skólana eru sakaðir að þegar sagt við þá ef þeir vilja meira árangur þá komið þannig á líðan barnanna og það séu dæmi það frá útlöndum. Finnlandi stundum nefnt í þessu samhengi. En þegar við lítum síðan á alþjóðlega kannanir námsárangur líðan barna og til dæmis PISA-könnunina þá sjáum við að víða heim hefur tekist að samræma þetta tvennt að ná góðum árangri en tryggja jafnframt velferð og góða líðan barnanna. Og ég held að við höfum að líta til þess, við höfum að stefna því að reykvískir skólar þeir nái meiri árangri en að sjálfsögðu á það ekki að vera á kostnað einhvers annars mikils atriðis eins og líðan barnanna. Og það slæmt ef það ekki hægt að ná umræðinni úr þessum farvegi, úr þeirri alhæfingu og þetta tvennt séu aðstæður. Það á einmitt að vera keppikefli okkar að tryggja þetta tvennt. Og það alls ekki svo að þegar við sjálfstæðismenn gagnrýnum skólakerfið og reynum að gera það uppbyggilega, þá það alls ekki svo að það sé verið að tala niður fagfólkið. Ég held ég hafi tekið það nokkuð sinnum fram í ræðu minni hér áðan. Við erum ekki að gagnrýna fagfólkið, við erum að gagnrýna þá pólitísku fórustu sem hefur verið hér, eða fórustuleysi sem hefur verið hér í menntamálum undanfarin 4 ár. Og því miður gerist það stundum að þegar því pólitíska kerfi gagnrýnt, þá hlaupa þeir sem hinu pólitíska kerfi stjórna, þeir hlaupa þá í það að túlka gagnrýnina þannig, í staðinn fyrir að taka henni vel og svarinni, að túlka gagnrýnina þannig að það sé verið að ráðast á starfsmenn í kerfinu. En það alls ekki svo. Það verið að gagnrýna pólitíkina. Og þetta eitthvað þessum fyrsti sem pólitíkusar ætti að læra að gera greinarmun á þessu tvennu. Nú, ég heyrði að borgarfulltrúan talaði verkefni í Fellaskóla sem ég alveg sammála
að mér sýnist hafa tekist ágætlega að mörgu leyti og hefur verið gaman að fylgjast með þeim. Ég heyri ekki betur en borgarfulltrúi en segði að einhver flokkur í borgarstjórn hefði verið á móti þessum verkefnum, hefði greitt atkvæði á móti þeim. Ég bara, nú brestur mér sennilega minni, þannig að það hafi verið gaman að heyra fróðlegt að heyra frá borgarfulltrúunum hvaða verkefni þetta voru nákvæmlega og hvaða flokkur þá greitti atkvæði gegn þessum verkefnum, eins og hún fullyrti hér í ræðu sinni. Síðan langar mig til að fjalla hér aðeins um stefnumótunina, blessuð í menntamálunum sem auðvitað mikilvæg eins og allstaðar í pólitíkinni. Og borgarfulltrúinn fór af sig yfir það af hverju hún hefði ekki talið rétt að halda þessari stefnumótun áfram og maður gat álíta sem svo að það veri vegna þess kannski hvaða flokkur hefði lagt til stefnumótun á sínum tíma, en samt á ég erfitt með að trúa því vegna þess að þessi stefnumótun var samþykkt einróma hér í borgarstjórn. Ef það var svona illa að fara af stað með þessa stefnumótun þá velti maður fyrir sér af hverju borgarfulltrúar Samfylkingarinnar greiddu henni allir atkvæði sitt sem þeir gerðu. Það nú sem betur verið svo að margar tillögur eru bara tillögur og stefnur eru nú samþykktar einróma hér í borgarstjórn og þá skiptir nú ekki öllu máli hver á hugmyndina. En varðandi þessa stefnumótun þá gat ég sem eitt sérstaklega í minni ræðu og tók það fram að hún hefði ekki verið komið mjög langt. Hún var þannig sér nýbyrjuð og hún var ekki komin á góðan rekspöl. Ég hélt því aldrei fram eins og mér heyrist borgarfulltrúinn Oddný Sturludóttir verið að halda fram í sínum máli. Hún var ekki komið mjög langt en síðan var hún stöðvuð og ég vona að hún fari nú eitthvað tímann að stað aftur því að menntamálin eiga það svo sannarlega skilið af okkur að við stöndum betur að stefnumótin í þeim efnum heldur en gert hefur verið. Einnig fannst mér borgarfulltrúinn gefa í skyn að ástæðan fyrir því að þessi stefnumótun hefði ekki, akkur ákveðið hefði verið að hætta við þessa stefnumótun, hefði verið svo að tala þannig eins og hún hefði eingöngu átt að skorðast við grunnskólan og tala það að það hefði ekki verið hægt að láta hann bara einskorðast í grunnskólan vegna þess að nýji meirihlutinn, þessi meirihluti sem nú situr, hefði viljað skoða þetta allt í samhengi, leikskólan og frístundaheimilinu svo framvegis. En þá ég bara að biðja borgarfulltrúanum að kynna sér tillöguna og lesa tillöguna sem flutt á sínum tíma því að samkvæmt henni var einmitt gert ráð fyrir því að þessi stefnumótun hún færi fram á grundvelli nýrra laga, þá voru nýsett, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, menntunarráðningu kennara og skólastjórnenda og einnig tekið sérstaklega fram að það skyldi hugað að eflingu samstarfs milli skólastiga, samvinnu tónlistarskóla, leikskóla, grunnskóla, einnig samþættingu skólastarfs við frístundastarf sem rekið var á vegum borgarinnar og svo framvegis. Þannig að þarna einmitt í þessari tillögu, bara að þáttur öðru sendi fram, þá var þessi tillaga gerð einmitt ráð fyrir því að þarna yrði víðtækt samstarf og allra skólastiga borgarinnar og ekki síður framhaldsskólans. Þannig að þetta hefði maður viljað taka fram og ef að borgarfulltrúinn hefur verið haldinn þessu misskilningi allt kjörtímabilið, þá skilur maður þegar maður að skilja kannski okkur þessi meirihluti hefur ekki staðið sig betur í stefnumótun heldur en raun ber vitni. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir síðust á mælendaskrá. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og kæru borgarar sem getur verið að hlýða á eða hlusta. Nú, hér frekar opin dagskrárliður, skóla- og frístundamál í Reykjavíkurborg og það bara allt gleðilegt og við eigum eins oft og við getum að ræða þessi mál. Það rétt sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kom inn á í byrjun að þetta jú einn stærsti málaflokkurinn sem við erum að sinna og jú, tekur einnig ansi marga krónur en það líka bara gott því það á að vera þannig. Þetta er okkar unga fólk sem þarna stígur sitt fyrsta æviskeið sem að SFS eða skóla- og frístundaráð að sinna hérna í borginni. Þannig að já, það er gott að vera komin hérna upp. Ég nota aðeins tækifæri og fara að hugsa núna þegar kjörtímabilinu líkur að það er búið að vera mjög mikil áskorun og mjög mikil lærdómur að fá að vera í skóla- og frístundaráði síðastliðin 4 ár.
mér hefði aldrei grunað hversu víða mikill þessi málaflokkur og hversu mikil vinna á bakvið að þróa og halda áfram með vinnuna sem fer fram í leikskólunum okkar, í skólunum okkar og í frístundamálunum, svo eitthvað sem nefnt. Og auðvitað skóla- og frístundaráð fer nær yfir fleiri svið, tónlistarskóla, námsflokkana og svo framvegis, en þetta alltaf spennandi og mjög mikill heiður að fá að sitja í þessu ráði. Mér langar bara rétt að koma strax inn í umræðuna varðandi það sem snýra líðan og árangri. Og það er ekki fyrst skipt sem við ræðum að hér eða í skóla- og frístundaráði. Og þá langar mér bara að segja, og mér varst borgarfulltrúinn Oddný Sturludóttir komast vel á orði, hvað það varðar að stundum með maður bara fegin að vera ekki alveg sammála. Og það allt í lagi, en ég mun alltaf hafa það það mun vera mitt leiðarljós ef ég held áfram að starfa í þessum málum að líðan nemenda skiptir mjög miklu máli. Og við erum jú að nota ýmsar skimanir og kannanar í okkar skólastarfi og í frístundastarfi eins og við komum hér inn á. En það að birta þar til dæmis eins og við höfum átt í ágreiningi hér í borgarstjórn verðum við bara ekki sammála um. Og mér finnst alltaf einn góður punktur að við höfum til dæmis rætt mikið PISA og niðurstöðu þar og svo framvegis, að þá hefur einu sveitarfélagi mikið verið hælt árangur, þar að segja þykja að staðið sér sérstaklega vel. En þótti mér þá sérstakt að það fór lítið fyrir því í síðustu viku eða þar síðustu, þar sem að kemur í ljós samkvæmt skólapúlsinum að þetta ágæta sveitarfélag, Garðabær, sem hefur verið að koma bara vel út í PISA, að þar eru þau að mælast verst á höfuðborgarsvæðinu. Þar mest slagsmál, einelti, rifrildi og bara ýmislegt sem við viljum ekki sjá í skólunum okkar. Og mér þykir mjög merkilegt að það hefur mjög lítið heyrst þessa niðurstöðu skólapúlsins. Og ég vil bara segja að þá vil ég frekar að barninu mínu líði vel í góðum höndum kennara sem eru í sífelldri þróun eins og þau eru hérna í Reykjavík. Þannig að mér finnst þetta mjög merkilegt og þetta áhugavert svo sem að heyra og fara betur ofan í þetta að viljum við virkilega hafa það þannig. Það búið að fara yfir margt hérna og ég verð að segja að það var eins og alltaf mjög gott að hlusta á borgarfulltrúann Oddnýju Sturludóttir og ég þegar farin að sakna hennar úr þessum málaflokki því hún einstaklega metnaðarfull í sínu starfi og það finnst mér kjörtímabilið sýna. Hún búin að nefna hérna ýmislegt sem hefur verið unnið á þessu kjörtímabili og mér finnst það bara gott að við minnum okkur á hversu mikið í gangi. Ég ætla kannski þá að bara fara rétt í það sem ég set alltaf sem áskorun fyrir okkur sem vonandi höldum áfram hér í haust og næstu ár. Hér var komið inn á og það rétt að það blasir við okkur ný aðalnámskrá og það verður verk skólana í Reykjavík og okkar allra og kennarana sérstaklega og bara skólastarfseminnar að koma henni í verk þessari nýju aðalnámskrá sem mjög spennandi og hún mjög miðuð út frá nemendanum sem einmitt á að vera í fyrsta sæti eins og hér kom fram. En það heilmikil vinna sem þarf að fara í það. Mér finnst líka mikilvægt að við höldum áfram að skoða hvernig við getum stutt við skólan okkar ef við förum út í þessa góðu stefnu sem heitir skóli án aðgreiningar. Mér finnst stundum í umræðinni eins og að það sé eitthvað val hvort við viljum hafa slíkan skóla eða ekki í okkar borg. Það ekki þannig, það í lögum. Það vissulega ekkert fullkomið í þeirri stefnu frekar en annari, en við erum að fóta okkur í henni, þannig ég held að það verði líka áskorun okkar sem að verðum, eða þeirra sem að taka við keflinu í haust, að skoða hvernig getum stutt betur við skólana þegar kemur að þessum málaflokki. Í beinu framhaldi af skóla án aðgreiningar, þá megum ekki heldur gleyma því sem snýra frístund, þegar við höfum ekki talað líka frístund hér og nýtt svið held ég að sé að takast að tvinna þetta vel saman og mörg verkefni að sýna það að það gott bæði fyrir skóla umhverfið og frístundaumhverfið að við vinnum betur saman. Og nýlega var einmitt kynnt skýrsla í skóla- og frístundaráði frístund án aðgreiningar. Þannig að þetta svona dálítið líka verkefni sem að við eigum að taka þétt utanum með skólan aðgreiningar því við viljum jú vera í friðsamlegu og friðsamlegu samfélagi sem að virðir mannréttindi. Nú, mér finnst líka mikilvægt að ef við skoðum áskorunir skóla- og frístundaráðs eða þeirra sem hérna verða,
að við mögum halda áfram aðeins að skilgreina til dæmis hlutverk frístundamiðstöða. Þær eru mikilvægur hlekkur í hverfum okkar og ég viss að það og þeir sem þar vinna þyrstir í meiri krefjandi störf og langar að útvika jafnvel sína starfsemi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þeir sem verði í skóla- og frístundaráði eða þeir sem eru í pólitíkinni með íbúum og auðvitað fólkinu sem vinnur að frístundamálum skoði hvernig við viljum sjá það starf þróast. Aðrar áskoranir líka auðvitað það sem að brennur núna mikið á bæði kennurum og foreldurum sem hugsa hvort að skóli verða á fimmtudaginn. Það ju bara starfsumhverfi og hvernig við viljum sjá skólakerfið þróast og eins og hér var komið inn á að þá held ég við sem öll sammála að það þarf eitthvað að breytast bæði þegar kemur auðvitað að laununum en líka held ég að marga kennara þyrstir í að geta haft meiri sveigjanleika í sínu starfi og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þeim fundum sem eru nú haldnir og hvernig þetta mun þróast. Mér langar rétt að koma inn á það líka og kannski bara Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi kom þá inn á það að þrátt fyrir ýmsar breytingar sem vissulega hafa orðið á kjörtímabilinu að þá þarna það samt þannig að líðan starfsfólk til dæmis á skóla- og frístundasviði og þá ekki bara að tala þá sem á sviðinu, þessi könnun nær niður til starfsfólks, alls starfsfólks að SFS að koma vel út og þess vegna eitthvað sem við erum að gera rétt og þetta auðvitað nýtt svið og ég held við þurfum að gefa því tíma til að slíta barnsskónum og þróast enn betur. Eitt verkefni sem að ekki var komið kannski svo mikið hérna inn á verkefni sem heitir Blíð byrjun sem snýr að okkar yngsta fólki sem bæði hjá dagforeldurum eða að taka sín fyrstu skref á leikskólunum. Þetta held ég að sé líka áskorun og við getum öll verið sammála það að það þarf að kannski að vinna betur með það kerfi sem að dagforeldrar til dæmis búa við í dag. Við þurfum að tengja betur dagforeldra og leikskóla. Það hefur alveg sýnt sig að foreldrar í borginni vilja hafa dagforeldra en foreldrar vilja líka hafa val. Þannig að mér finnst það vera mikil áskorun fyrir okkur sem hér næst verðum. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, mér fannst bara mikið að koma upp en mér fannst bara mikið að horfa fram á við þar sem hér hefur verið farið dálítið aftur á bak eða semst skoða það sem við höfum verið að gera og það gott. Mér langar bara að nefna þá hérna lokum hvatningaverðlaun skóla- og frístundasviðs sem mér finnst vera svona sýna fram á þar þegar maður lesi yfir tilnefningar og fara að lesa þau verkefni sem eru í borginni þá það hreint ótrúlegt hversu mikil fjölbreytni í gangi og mikið hugmyndaflæði og SFS eða skóla- og frístundasvið að sýna það og með þessum verkefni sem að koma núna að þetta svið komið til að vera held ég. Þessar fagstéttir geta mikið lært á hvor annarri og það sést og sást mikið þegar við veittum hvatningaverðlaun hér í ráðhúsinu fyrir 2 vikum. Það var hér spurt og beint spurningu til okkar í öðrum framboðum varðandi það sem kemur á sameiningum. Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi fór ágætlega við það en ég get þá tekið undir eða tekið það fram hér að eins og var sagt hér að þá engar sameiningar fyrirhugaðar og hafa ekki verið fyrirhugaðar og það ætti nú að hafa verið ljóst en auðvitað það þarf allt skólastarf að skoða með opnum huga og aldrei algjörlega vitað hvað verður á næsta kjörtímabili en bara mjög gott að fá að hlýða okkur og þakka fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Í stað þess að nota orkuna í umbætur í skólastarfinu á þessu kjörtímabili þá hefur meirihlutinn kosið að verja tímanum í að sameina svið og sameina skóla í mikilli óþekk 12.000 foreldra í borginni. Meirihlutinn hefur heldur ekki sinnt viðhaldi á leik- og grunnskólum og nú ástandið orðið svo slæmt að húsnæðið orðið heilsuspillandi í mörgum leik- og grunnskólum og farið að ógna öryggi barnanna.
Við stöndum líka frammi fyrir þeirri döpurlegu staðreynd að 30% drengja get ekki lesið sér til gagns. Á sama tíma finnst borgarfulltrúa meirihlutans hér allt í lagi að hér sé ekki mótuð heildstæð menntastefna. Það er með ólíkindum að svo sé. Og þrátt fyrir þessa staðreynd þrátt fyrir þá staðreynd að allar rannsóknir sýna fram á að markviss kennsla og þjálfun í undirstöðu atriðum lesturs og stærðfræði snemma á skólagöngunni gegnir lykilhlutverki í að skapa nemendum betri tækifæri til náms leið að bæta námsárangur þeirra. Auðvitað eigum við að hlúa vel að bæði kennurum og nemendum og efla þetta góða fagfólk sem út í skólunum. Það gerum við best með því að gera skólana sjálfstæða og sveigjanlegri og hlúa að sérstöðu þeirra. Og við eigum að móta okkur markvissa stefnu í því að bæta námsárangur og efla nemendur okkar í stærðfræði og lestri og til þess þurfum við að móta okkur heildstæða menntastefnu en ekki að skella skollaeyrum við því og segja að stefnan hafi verið komið svo stutt á veg á síðasta kjörtímabili að það hafi ekki tekið í allt þetta kjörtímabil að móta nýja stefnu. Þetta er meirihlutanum hér til háborinnar skammar. Þessari þróun þarf að snúa við. Við þurfum að fara í markvisst átak og setja okkur tímasett markmið og gera reglulegar mælingar á skólastarfinu til þess að efla það. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir síðust á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Örstutt hér, athugasemdir við það sem fram hefur komið. Það er einhver stórkostlegur misskilningur hér í gangi það að sú ákvörðun borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili að móta menntastefnu og þau orð mín að sú vinna hafi verið komið það skammt á veg að henni var ekki haldið áfram með því formi þýði að það sé engin menntastefna í Reykjavíkurborg. Þetta er eiginlega hálf kómískt því að eins og þeir vita sem hafa setið í menntaráði og skóla- og frístundaráði á þessu kjörtímabili þá hefur aldrei jafn stór hópur starfsfólks í skóla- og frístundastarfi komið að mótun stefnu og starfsáætlunar skóla- og frístundasviðs. Við lögðum í upphafi strax eftir kosningar ákveðna svona grunnvinnu af stað sem gekk undir nafninu 10 rauðir þræðir og 1 grænn og þetta þekkjum við. Þetta var gríðarlega mikil samstaða í menntaráði fyrir breytingu og skóla- og frístundaráði eftir breytingu. Það var svo grunnurinn að þessari vinnu þar sem að leikskólinn, grunnskólinn og frístundin eru öll undir sömu stefnumótun og þar af leiðir. Þú setur ekki 3 fagsvið undir eina stjórn án þess að móta stefnu fyrir það nýja svið. Og það var stefna Reykjavíkurborgar í skóla- og frístundamálum. Gríðarlega viðamikil vinna, mikil og góð starfsáætlun sem við lögðum til 3 ára. Þannig að hér hefur ekki verið heil höfuðborg rekin áfram án menntastefnu. Ef að það er skilningur einhverra, þá er það mjög sérstök söguskýring. Aðeins vegna þess að hér var talað að svo sem hér stæði væri að gera grín að tali annarra borgarfulltrúa. Ég var eingöngu að vitna í orð annarra borgarfulltrúa. Dró ekki dáma neinum og það var ekkert háð og spott. Það var ekki ég sem sagði hjal líðan barna. Það var annar borgarfulltrúi, ég var að vitna í hans orð. Og svo varðandi það sem ég ræddi og tengist verkefni sem í gangi í Efra Breiðholti, að þá hafði ég borgarfulltrúa Kjartan Magnússon fyrir rangri sök. Hann greiddi ekki atkvæði gegn þessu góða verkefni sem fór af stað í Efra Breiðholti sumarið 2012 eða haustið 2012. Það voru hins vegar ýmsar athugasemdir sem að lesa má í fundargerð þar sem komu fram svona ákveðin andstæða eða athugasemdir við verkefnið en mótatkvæði var ekki að ræða. En það mátti skilja ræðu mína þannig hér fyrir dag. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið.
Við förum í 7. mál og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá því 8. maí. Enginn er spenntur fyrir að ræða það. Þá förum við í 8.